Í þessu myndbandi ætlum við að skoða yfirferð titla. Nú er ég búin að fara í gegnum fyrstu 2 aðfangaferla sem eru pöntun og móttaka og fer nú í næsta ferilinn sem er yfirferð. Ég vil benda á að þýðingarnar eru enn í vinnslu og því nefni ég bæði ensku og íslensku heitin. Næsta skref er að laga kjálmerkingar. Þessi hluti ferilsins er einungis mikilvægur ef nýjar forðafærslur er að ræða þar sem ekki þarf að laga kjálmerkingar á þeim eintökum sem eru þegar til staðar. Það er að segja, ef ég á dagbók Kitaklaufa nú þegar og vil hafa hana á sama stað í sömu safndeild með sömu eintakastöðu, þá þarf ég engu að breyta hér. Við smellum á móttekur safngögn deildar eða Receiving Department Items. Hér þarf að passa að tegund verkbeiðni eða Receiving Department Items sé alltaf stillt á Acquisition Technical Services. Hér er hægt að fara í tannhjólið og velja það sem maður vill hafa til sýnis eftir eigin hendisemi, en mikilvægt er að velja hér staðsetningamerki eða call-number til þess að sjá kjálmerkinguna. Hér er einnig hægt að filtera eftir ferilstöðu bókana, en við skulum hafa stillt á allt. Nú sjáum þið að öll eintökin birtast. Hér þurfum við að skoða kjálmerkinguna og sjá hvort að allt sé rétt. Hér sjáum þið að dagbók Kitaklaufa er ekki með rétta kjálmerkingu þar sem ég átti ekki til eintak í þessari safndeild áður. Kerfið býr sjálfkrafa til kjálmerkingu eftir DUI-númerum. Hér fer ég í 3 punktana og vel breyta safngagn í safnskrá eða Edit Inventory Item. Til þess að breyta forðafærslunni smelli ég hér á hlekkin undir safnkostur eða holdings. Fer í breyta eða edit og laga forðafærsluna. Undir 852 birtist kjálmerkingin. Ég laga kjálmerkinguna, smelli á vista og losa færslu eða íti á Ctrl+Alt+R á lyklaborðinu. Smelli svo á fela ritil lýsigagna, Hide MDE eða íti á Alt+M á lyklaborðinu. Svo smelli ég á hætta við eða cancel eða íti á Alt+C á lyklaborðinu. Nú er ég komin aftur í móttöku safngögn deildar eða Receiving Department Items. Í sumum tilfellum þarf að stilla aftur á Acquisition Technical Services til þess að sjá titlana sem verið er að vinna með og hér má sjá að nú er forðafærslan rétt. Ef ég þarf að laga aðra forðafærslur þá endurtek ég síðustu skref yfirferð. Takk fyrir að horfa á þetta myndband. Endilega horfið á næsta myndband að prenta kjálmiða.